Komið sæl, það búið að vera vonskuveður hjá okkur núna í dag og undanfarið og það heldur áfram, það lægðagangur í kortunum og nokkuð rysjótt veður líklega næstu sólarhringana. Það eru skil að fara yfir núna landið og það austan hríð, norðan og austan lands núna undir kvöld og skilin þau svona fikra sig eitthvað áfram norður yfir landið og þegar þau fara svo meira yfir þá ætti nú að stytta upp víða og lægja en þó síst austanlands, austast á landinu þar sem að mun halda áfram að snjóa og það er óvissustig vegna snjóflóða þar á Austfjörðum núna og líkur á snjóflóðum en það er nú ekki talin hætta í byggð eins og Þessi djúpa lægð hér, hún kemur upp að Bretland og veldur þar miklu óveðri en beinir þessum austanáttum til okkar og það hvessir aftur á morgun með henni. Og það er svona hlýtunga með henni og verður svona heldur kannski hlýnandi hjá okkur á morgun en ekki mikið og sjáum kalt loft hér streyma í áttina að Evrópu. Staðan þó þessi undir kvöld að það þessi fjólbláa litur þýðir hvassviðri og það eru gular viðvaranir í gildi þá fyrir Austurlanda, Glettingi og Austfjörðum og upp á miðhálendi. Græni liturinn það sem svona rólara veður, hægari vindur og þetta skilin fari yfir þannig að það lægir víða í kvöld og nótt en síðan kemur austanáttin aftur með látum á morgun svona og sérstaklega þá fyrst austan til landinu og hvessir þar fyrst en það verður mun hægari lengst af vestan til á landinu. Tímasetningarnar á þessum viðvörunum ekki alveg kannski réttar þannig að að gera að fylgjast vel með þeim á vef Veðurstofunnar en það verið að uppfæra þær reglulega. Uppur hádegi þá ættu gular viðvaranir að vera í gildi víða á Austurlandi, hríðarviðvaranir eða vindaviðvörun hér á Suðausturlandi, verður komin stormstyrkur þar í Öræfum og svo svona þegar líður á undir Eyjafjöllum má alveg reikna með stormstyrk eða jafnvel roki á þeim slóðum en mun hægari vindur vestanlands og við sjáum að það eru veik skil hér yfir Vesturlandið og dálítið snjókoma með þeim en þau fikra sig svo í áttina til vesturs og ætti að stytta svo upp seint á morgun þar en það ákveðin austanátt og einhver snjókoma með þessu ekki mikil en svona líka skafrenningur sérstaklega upp á heiðum. Ef við höldum svo áfram á sunnudaginn að þá verður enn hvassara má segja víða stormstyrkur sunnanlands sérstaklega og svo við fjöll hérna vestanlands undir Hafnarfjalli og Kjalarnesi líklegast en svona og líka hér yfir Tröllaskaga mjög hvasst en svona annars allhvass eða strekkingur víða norðan til landinu slitta eða rigning svona syðst á landinu en annars frekar úrkomulítið eiginlega bara skýjað og þurft að kalla sérstaklega þá vestan og norðanlands það austanáttin heldur áfram og það myndast skil suðvestan við landið sem verða eitthvað að stríða okkur svo eftir helgi og á mánudaginn verða þau skammt vestan við landið, suðvestan við landið en það verður einhver éljagangur hér á Suðausturlandi og Austfjörðum gæti nú eitthvað létt til á Norðvesturlandið og Norðurlandið en annars skýjað og úrkomulítið hér á norðausturhorninu en sjáum það strekkingur allhvass vindur syðst á landinu en annars hægari hiti svona kringu frostmarkið en síðan koma þessi skil til okkar nær eins og spár gera reikna með núna og svolítið mikil óvissa í kringum þessi skil en ef þau gera það þá gæti snjóað hressilega við suðvesturströndina og ef þetta fer inn á Reykjanesi inn á höfuðborgarsvæði annars rólegra veður og þurrt. En í Evrópu þá þessi óveðurslægð hér að fara yfir Bretlandseyjar og það rauðviðvörun á Írlandi fyrir morgundaginn og vonsku veður þar, einnig frekar slæmt veður sunnan til í Noregi og rigning í Kaupmannahöfn en fínasta veður víða hér í austur hluta álfunnar. Kuldaskil að fara hér yfir meginlandið og skúrir víða þar í norðvestur Evrópu en þurft víða og í byrjuska. En þetta verður síðasta kortið. Verið sæl.